Dýrð sé Guði í upphæðum og friður á jörðu og mönnunum velþóknun. Þetta sungu englarnir á jólanótt og kirkjan endurtekur líka orðin í hverri messu. Það furðulegu boðskapur maður hugsar það hvernig heimurinn er. Síðastliðið ár hefur verið markað af stríðinu í Úkraínu sem á hungursneyð og öðrum stríðum annars staðar í heiminum. Vaxandi áhersla á andlega heilsu í hinum vestræna heimi bendir líka til þess að við berum heldur ekki sérstaklega mikinn frið innra með okkur. Þetta er auðvitað engin nýjung. 20. öldin var mörkuð af 2 mannskæðustu stríðum mannkynssögunnar og undan þeim voru ýmis stríð og vopnaglamur reglulegur viðburður. Á miðöldum í Evrópu var talað aðalinn sem þá samfélagsstétt sem barðist í stríðum. Þegar Jesús fæddist í Betlehem fyrir rúmum 2000 árum síðan, þar að segja sömu nótt og englarnir fluttu þennan boðskap, var landið Ísrael undir hernámi Rómverja og voru þeir einfaldlega bara síðastir í langri röð hernaða velda sem kúgað höfðu þessa þjóð Guðs. Og síðan voga englarnir sér að halda því fram að þessi friður á jörðu. Það er því augljóst að þeir eru að tala annars konar frið, eða réttara sagt, þeir eru að tala frið á öðru sviði. Því þegar Jesús Kristur áratugum síðar flytur kveðjuræðu sína til postulana 12 segir hann: Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður, ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Eins bætir postulinn Páll síðar í bréfi sínu til Filippímanna: Og friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesú. Hér meira sé að vera að tala þennan frið eins og hann sé einhvers konar persóna sem getur varðveitt lærisveina Krists, enda er hann það. Friður Guðs birtist einmitt í persónu, það er að segja í Jesú Kristi. Hann er friður Guðs, því þegar hann fórnaði sér á krossinum, batt hann endi á stríð okkar við Guð. Þess vegna voru fyrstu orð hans til postulana eftir upprisu hans: friður sé með yður. Þegar englarnir töluðu frið á jörðu, þá voru þeir að vísa í sjálfan friðar höfðingjan sem fæddur var í Betlehem. Friður við Guð er friður við hinn almáttuga skapara himins og jarðar og við hann sem segir: allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Þar af leiðandi er friður við Guð einnig friður á jörðu, því að hann var á jörðu. Og með þeim orðum óska ég þér gleðilegra jóla, árs og friðar.